Í nafni Jesú Krists, frelsara míns, í nafni Jesú Krists, frelsara þíns, í nafni hans sem kom á jólum, hvura svo sem þau eru dagsett á árinu. Ég hef í texta á Sakaría sem að lagður til grundvallar í dag og hljóðar svo. Fagna mjög dóttirin Síón, lát gleðilátum dóttirin Jerúsalem, sjá konungur þinn kemur til þín, réttlátur er hann og sigursæll, lítillátur og ríður astna, ungum ösnufóla. Hann útrýmir hervögnum úr Efraím og víghestum úr Jerúsalem. Öllum herbógum verður eitt. Hann mun bjóða þjóðunum frið og ríki hans mun ná frá hafi til hafs og frá fljótinu til endimarka jarðar. Og yfirskriftin af þessum kafla í ritningun okkar er friðarhöfðingi og það getur verið þema okkar í dag. Friður, ófriður. Hvernig skynjum við þessi tvö hugtök? Hvaðan kemur okkur hæfileikinn til þess að skynja þessi tvö hugtök? Og hvað er friður fyrir okkur? Og eins og svo oft, þá er ekki það augljósasta alltaf það sem fullnægir hugsun okkar. Eins og C.S. Lewis segir, þá berum við merki höfundar okkar. Á okkur eru fingraför hans sem skapað okkur. Og hann hefur skapað okkur á þann veg að við eigum sömu þrá í hjartan eins og hann sjálfur. Við eigum kompásnál sem vísar okkur á hið mikilvæga. Við höfum í okkur innibyggðan hæfileikan til þess að skynja mun og réttu og röngu. Eftir allt þá át forfæður okkar af skilningstré góðs og ills. Og það er kannski hinn mikilsverðasti hæfileiki sem við höfum til þess að átta okkur á í daglegu lífi og láta leiða okkur í mannlegri breytni. Þessi hæfileiki að greina rétt og rangt. En okkur var ekki gefinn frjáls vilji í upphafi. Við vorum send út í heiminn með þann rétt sem við höfðum tekið okkur að ákvarða hvað við vildum gera. Og óttinn sat okkur af því við áttum ekki lengur öryggið sem að fólst í því að vera í föðurhúsum Guðs. Að vera inni í Edengarði, fá að vera í paradís. Óttinn var við hvílustokk okkar þegar við sofnuðum og hann var það þegar við vaknaðum á morgun. Og ég fór að velta fyrir mér því þegar hann var að tala hérna áður hann Gísli, ekki? Já. Ástandið í Austur-Evrópu. Er óttinn einhver skýring á því ástand sem það er? Hvernig var kommúnistahreyfingin til? Upp úr hverju spratt hún? Hún spratt upp úr því að fólk sem að sótti örugglega guðsþjónustur, fólk sem að kenndi sig við kristna trú, fólk sem að taldi sig að Guði útvari til þess að fara fyrir mönnum, fór að níðast á náunga sínum.
og notaði jafnvel trúna til þess að réttlæta það. Að sumir menn væru ekki skapaðir til þess að ráða sig sjálfir, væru sem skynlausar skepnur sem ætti að halda til verka og láta framleiða, en arðinn tóku þau og ráðstöfuðu óhyggilega. Og því var bylting gegn yfirvaldi og líka bylting gegn trú. Takið eftir þessu. Óttinn við fátækt og skort, græðgin í þeim sem hafði völdin, leiddu þau á þessa glapstígu og á þessa villugötur. Og þeir sem stóðu síðan upp með völdin í samfélaginu hafðu ekki hliðsjón af kristinni trú og voru niðurbrotið fólk. Óttinn getur spillt svo mörgu og svo margfaldiga máta. Óttinn, græðgin, syndin og hið skammsýna ákvörðun. Og ætli við getum ekki tekið fleiri mannfélagslegar aðstæður og greint þær á sama máta og fundið óttann sem undirrót að þeirri stöðu sem er uppi á hverjum stað og hverju sinni. Kristið fólk sem kalla sig kristið og misfer með hlutverk sitt, sér sig ekki sem þjóna réttlætisins, heldur sem þjóna eigin hendurleika og lítur á sig sem betra fólk heldur en aðra. Það svolítið hættulegt fólk. Það hefur sagan sín. Friðarhöfðingi. Hvernig kemur hann inn í svona aðstæður? Með fólkin í Búlgaríu og Austur-Evrópu og hvarvetna í veröldinni hrópar sálmaskáldið Davíð konungur. Það svo mikil þrá eftir réttlæti og friði í mannlegu samfélagi, það að sleppa við áreitni nágrannanna og fá að vera í friði, fá að búa að sínu, fá að stunda sína einfaldu lífsathafnir í friði og öryggi. Og hann finnur sem knúinn til þess að kalla á Guð sér til hjálpar í þessum efnum. Og svo finnur hann að þegar hann er búinn að koma hlutum undir sitt vald, að enn er uppfyllt enn ein þrá sem að hann það er einn hlutur sem hann þarfnast til þess að geta átt frið. Og það er að eiga frið við Guð. Og hann segir sem svo, eins og hindin þráir vatnslindir, þráir sál mín þig og Guð. Sál mín að þyrstir eftir Guði, hinum lifanda Guði. Hvenær mun ég fá að koma og sjá augliti Guðs? Hérna erum við komin á djúpið þegar við erum að velta fyrir okkur þránum frið. Já, maðurinn hefur á sér fingraför Guðs. Hann er þannig skapaður að það er í honum þessi einlega þrá eftir samfélagi við Guð. Og Ágústínus kirkjufaðir, hann orðaði þetta á þann máta eins og þið eflaust kannist við, að sál mín er friðlaus og ófullnægð meðan þú hefur ekki sest þær í ásætti, ó Guð. Nú stundar að jólum
og við köllum jólin friðarhátíð. Og við búum okkur undir hana með margvíslegum máta. En það var nefnilega svo ágæt líking sem að við fengum að heyra hérna ónauðsynleika vissra þátta jólaundirbúningsins og höfum það í huga. Jólin koma í hvaða aðstæðum sem eru. Jólin koma þá eigum við að blása rykið úr skráargattunum. Jólin koma. Jólin koma þess að tími kemur að Guðssonur er fæddur í heiminn. Hann kom og hann er í heiminum sinn og hann er með okkur í andanum. Hvað gerum við þá með það? Eigum við tilreitt pláss fyrir hann? Höfum við gætt að því að endurnýja með sjálfum okkur eftirvæntinguna eftir því að hann gerir sig gildandi í lífi okkar eins og hann gerði á sínum tíma þegar við eignuðumst frelsið og vissum frelsið. Við þurfum á jólunum að halda og svo mörgum dögum til þess að taka okkur í gegnum þessa tilfinningu enn á ný í þess að auðvitað gleyma henni. Og trúin verður svo mikið vanaverk. Og við höfum ekki vanrækja þann undirbúning sem lítur að því að við getum eignast þessa upplifun á ný, vitjað hennar á ný, gengið inn í hana á ný. Við væntum oft, eða við köllum oft eftir, þráum oft undur til þess að hjálpa trú okkar. En sú trú trúlega hraustust og heilbrigðust sem að biður ekki tákn, sem að kallar ekki tákn til þess að hjálpa sér til þess að eignast vissu það að Guð hefur tekið sér bústað í hjartamanns. Og á með sér einlægt traust, á að Jesús sé á sínum stað í lífinu, að heilagur andi sé með manni í verki, að Guð, Faðirinn, hafi búið okkur til þess á þann máta að við séum nægilega nestuð til þess að vinna það verk sem okkur er ætlað. Í vikunni var til grafalagður mikill friðarhöfðingi, Nelson Mandela. Hann gerir nú vísu ekki mikið úr kristinni trú þegar vitjað hans uppruna hans hugmynda og þess sem að hann hefur lagt til grundvallar í sínu baráttu. Hann sækir til annars manns sem að bjó í sama landi og var mikill friðarhöfðingi síðan í sínu föðurlandi, Mahatma Gandhi. Ekki var hann heldur kristinn maður. Við þurfum kannski ekki eins mikið á Biblíunni og boðskap hennar að halda til þess mennirnir að átta okkur á réttlætinu, á greinarmunni rétts og rangs. Ef að við getum nálgast hinn óspillta þátt okkar sjálfra. En við þurfum sannarlega á Biblíunni að halda til þess að geta gert okkur grein fyrir því að við erum ekki að berjast í eigin krafti og barátta okkar er ekki óviss. Ef við eigum þá trú sem að Biblían boðar að Guð hafi á öllum hlutum ráð og Guð hafi búið okkur lausn og Guð hafi uppfyllt öll þau skilyrði sem að þörf á til þess að við megum
ganga óttalust fram og hafa fundið eða þegið öllu öllur leiðsögnina aftur til paradísar. Kristur er friðarhöfðingi í þeim skilningi, ekki síst að hann stofnar þennan innri frið sem okkur er svo mikilvægur. Ekki hinn ytri skilyrði friður, heldur hinn innri frið sem færir okkur óttaleysi og færir okkur heim vissuna það að við erum í sannleika börn Guðs og eigum föðurland okkar á himnum. En leið leggur þetta á okkur þessa skyldu sem að er svo mikilvægt að hver maður uppfylli í kringum okkur. Og Guð blessi það fólk sem vill fara út í aðstæður mannlegs lífs hér, í Búlgaríu, í Afrikulöndum og hvarvetna til þess að bera þennan friðarboðskap og vinna að friðnum. Vinna að friðnum þannig að menn geti fengið forsendur til þess að ganga fram í óttaleysi og öryggi og þannig geta haft kjark til þess að taka áskorun friðarins hver af öðrum og hver við annan. Fyrirgefðu mér þetta, ég nú verða hálfur allaus og það dregur mér alltaf þrótt og móð. En nú jólin rétt handan við hornið og mér langar til þess að biðja ykkur að gefa sérstaklega gaum að þessu sem ég nefndi áðan það að tilreiða Jesú Kristi stað að hann geti gengið í endurnýjung inn í ykkar líf á þessum jólum. Og ef þið gerið ástunum ykkur gott, að þá minnist þess sem að Jesús sjálfur sagði, hvað sem þið gerið einum af þessum minna minnstu bræðra, það gerið þið mér. Og skiljið þetta endilega í víðtækum skilningi, ekki bara ykkar nánustu, heldur minnist þess að sérhver kristinn bróður okkar, sérhver manneskja bróður okkar eða systkini. Og nú skulum við láta þetta vera nóg tal, en við skulum spenna greipar. Miskunnsemi Faðir, við þakka þér fyrir það að þú hefur gefið okkur Jesú Krist, jólabarnið, og lagt hann í jötu hjarta okkar. Leyfum að vaxa þar og þroskast og verða máttugur í lífi okkar. Hjálpa okkur til þess að gefa honum allt það rými sem að hann þarf og ljá honum alla okkar hæfileika og krafta verkfæri. Þannig að við getum komið áfram vilja hans og unnið það verk þú sendir hann og okkur til þess að vinna í heiminum. Að stofna frið með mönnum og að næra friðinn í hjörtum manna fyrir fagnaðarerindi Jesú Krist sem kom til þess að taka á sig alla okkar áhyggju, sekt og synd og lyfta því upp og okkur með fram fyrir þitt heilaga og auglýtt og sýna okkur inn í himinn þinn þangað sem við eigum áætlun. Og við biðjum þig, góði Guð, að allir menn megi njóta þess friður sem að heimurinn getur hvorki gefið né tekið, heldur þú einn stofnað með okkur. Og við biðjum Drottinn fyrir öllum þeim sem að mæta þessum jólum í einhverjum kvíða, einhverju sorg, einhverjum áhyggjum. Við biðjum þig að létta þeim af og biðjum þig fyrir þeim að þau megi blessun hljóta á allan máta. Og við biðjum þig fyrir öllum þeim sem að við berum fyrir brjósti,
þeim sem að við störfum með að útbreiðslu fagnaðarerindisins og höfum stillt okkur upp á bak við þau, hvar sem þau vinna í veröldinni, og öllum þeim sem að í kringum okkur eru og við vitum þarnast til að hjálpa. Og segjum svo saman bænarorðin sem sjálfur á varur okkar: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt dagligt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Ei leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Meðtaki Drottinn blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásökun lýsa yfir þig og sé þig nálægur. Drottinn upplyfti sína öfund yfir þig og gefi þér sinn frið í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Andar. Amen. Við komum ekki til með að hittast hér fyrir á nýju ári. Næsta miðvikudag jóladagur og svo nýjársdagur annar miðvikudagur hér í frá, þannig að það á þriðja miðvikudegi sem öðrum miðvikudegi nýsás sem við komum til að hittast aftur. Við ætlum að bjóða upp á fyrirbæn hér á eftir að venju. Það kaffi líka og svo Kristniboðsfélag Kalla með fjáröflun hérna og síður friðarljós hérna frá mig. Nú ekki beðnum að auðlýsa neitt annað eða neitt meira. Og hérna í samskót komum 31.500 og við þökkum fyrir það og biðjum Drottinn að blessa það og margfalda. Við skulum syngja að lokum söng í bókinni númer 24. Fögur kvöldin. Við skulum standa upp á meðan. Takk svo fyrir komuna og svo gleðilega hátíðar.
Það er hið fræga verkefni Skógámar á morgun klukkan 5:30 niðri í, hvar eru þeir, Kristján? Sundahöfn. Niðri í Sundahöfn. Þeir sem geta hjálpað og lagt lið eru vinsamlegast bennunum að mæta.